En nú ætlum við að skoða svona þann pakka sem við munum nota hvað mest núna fyrir næstu vikunar, en það er Express. Af því að eins og við sáum hana í þessu dæmi, við getum vel skrifað okkur eigin bakenda frá grunni og aðeins nota þessar kjarnaeiningar í Node.js og verið mjög gróf og bara ekki tekið á okkur nein dependency, verið svona svolítið svona digital nomads, bara eitthvað svona, ég treysti engu nema þessu og eitthvað svona, ég bara eitthvað, já, ég skrifa þetta bara C eitthvað svona, þú veist, en það skalar ekkert svokalega vel og það er í raun töluvert meiri vinna en það að nota bara þessar lausnir sem eru þarna úti og eru traustar og við viljum ekki vera að finna upp í hjólið og eyða tíma okkar sem er miklu betur varið í að leysa ykkur alvöru verkefni sem einhver í alvörun að biðja ykkur að gera. Þannig að Express er svona web app framework fyrir Node og það er svona svolítið smátt í sniðum. Það er að segja að það er ekkert að útfæra neitt rosalega mikið af virkni en það gefur svona möguleika á því að extenda þessa virkni með því að nota þessi middleware sem við skoðum sem við getum notað til þess að púsla saman ákveðinni virkni fyrir hvert ráð sem við erum að svara fyrir. En við sækjum Express með npm og við segjum npm install Express og hérna erum við ekki að nota save def, heldur save út af því að við erum að fara að segja forritið okkar verður að hafa Express. Það dependar algjörlega á það að Express sé uppsett og það er ekki svona development dependency eins og save def gefur til kynna. Þannig að þá verður þetta svipað því hvernig við byggum til hennar server með HTTP-einingunni nema núna í staðinn fyrir að vera með HTTP þá erum við með Express hérna sem við sækjum. Við búum síðan til eitthvað app með því að kalla í Express þannig að þetta er eitthvað fall sem er exportað hérna. Við búum til Express hlut með því að kalla í Express fallið. Síðan höfum við aftur hérna host og port þar sem við ætlum að keyra forritið okkar og síðan höfum við önnur föll, þannig að við höfum hérna til dæmis use sem að leyfir appinu okkar að nota ákveðið middleware sem við sáum á eftir og middleware eru svipuðum sem callbackum sem við sáum á þann að þau taka við einhverju falli og leyfa okkur að fá aðgang að requestinni og responsinu. Þannig að ef við förum í terminal hérna fyrir Express lokum þessu þannig við erum hérna með dæmi Express við erum með hennan einfalda Express server hérna og hann getur skilgreint þessi hérna með þessu use getur hann skilgreint ákveðna hluti og við getum sagt honum hérna að nota fyrir by þá er hann að segja res send by og fyrir almennt ekkert tiltekið fyrir framann þá að senda hello world. Þannig að núna getum við startað þessum server með hérna hello world.js address is in use skildi ég eftir einhvern vefþjón, ekki þennan vefþjón. Nú getur verið að ég hafi verið að keyra einhvern vefþjón, við getum lent í þessu sjálf. Það er eitthvað hérna e-app in use, þetta kemur svo frá því þegar að forritið okkar reynir núna að fá aðgang að net meðhandlurunum í stýrikerfunum okkar og við ætlum að segja að ég vil fá að bænda við port 3000. Ég vil fá að vera hérna þegar að það kemur inn eitthvað network request á þig tölva á porti 3000 þá vil ég fá það, ég sem forrit sem er þá þetta forrit. En þá kemur hérna villa sem segir því miður, þessi adressa er nú þegar í notkun, það er einhver annar búinn að taka þetta frá þér. Þannig að þá getur það verið út af því að við erum með einhvern annan server keyrandi sem að ég held, já hann er reyndar hérna bara. Þannig að núna get ég slökkt á honum og þá get ég núna bænda mig við þetta hérna. En ef það væri ekki, þá gæti ég, ef ég er á Mac eða Linux eitthvað, þá gæti ég sagt kill all node
drepur alla prósessa sem eru með Node í. Þetta svona hamarinn, eða sleggjan kannski frekar. Eða ég get notað PS auks hérna til að sjá allt sem í gangi. Og nei, það eitthvað það eitthvað, ég man aldrei, ég þarf alltaf að googla hana, skipun sem að leyfir okkur að sjá fyrir öll portavélun okkar hver bændi við þau. Þá getum við fundið process ID eða pittið fyrir það og gert kill nýju process ID-ið. En ég vil grípa bara til sleggjunar og drepa þetta allt. Allavega, nú getum við keyrt þetta upp. Þá fáum við núna hérna eitthvað hello world. Það bara að skrifa út hérna en einfalda hello world streng. Og ef ég fer hérna á /by, þá fæ ég by. Þá það hérna að svara fyrir þetta hér. En þetta er samt ekki leiðin sem við erum notað til þess að búa til svona rát. Það er önnur og betri leið til þess. Af því að ef ég set þetta hérna undan, svona, og núna þarf ég að slökkva á servernum. Þó ég hafi vistað skjalið, þá var serverinn sem keyrði, hann var með kóðan okkar lótaðan í minni. Þannig að það var búið að lóta öllu þessu hérna í minni og hann var að keyra. Þannig að til þess að fá nýjar breytingar þá þarf ég að slökkva á servernum og kveikja honum aftur. Þannig að núna er hann komin aftur hérna og núna fæ ég fyrir by, fæ ég hello world. Og því að þá er þetta hérna að taka fram fyrir þetta hér. En þetta use notum við yfirleitt ekki til þess að búa til þessi rát, heldur til þess að nota á aðra vegu. En sem við sjáum að þetta en við búum til þessi express forrit með því að kalla ég þetta express fall úr express pakkanum. Og þessi express pakki leyfir okkur að fá routing sem það sem við notum til þess að taka við hérna /by eða /hello world eða /eitthvað og skila einhverju fyrir þær ákveðnu slóðir. Það séum middleware sem þá þetta user að gera. Það einhver kóði sem keyrir hérna milli annarkvort þess að forritið fékk request og þannig svaraði requesti eða eftir að það búið að gera eitthvað ákveðið þannig að við getum sett inn svona punkta í forritið okkar þar sem við keyrum einhvern ákveðin kóða. Þetta getur verið, við notum middleware til að setja upp auðkenningu, þannig að þá setjum við upp auðkenningar middleware sem leyfir okkur síðan að kalla í annan kóða sem leyfir okkur að passa upp á að einhver ákveðin rát séu aðgangsstýrð. Og svo getur þetta líka séð stillingar á birtingu, þannig að þá getum við fengið svona ákveðin templating engine sem að Express þá við sækjum sérstaklega og köllum í, sem leyfir okkur þá að búa til svona template sem að við síðan birtum í gegnum Express. Og það veitir okkur síðan alltaf aðgang að response og requestinu sem í gangi. Við höfum ákveðin settings sem við getum stilt á appinu okkar og þá það gert með app.get eða app.set og þá getum við sett env sem segir til hvort appið okkar að keyra í production mode eða development mode. Ef við erum að segja að keyra í production mode þá gerðin ákveðnir þá slökkt á ákveðnir virkni sem að bæði þá tryggir öryggi að einhverju leyti, minni kóði sem keyrður þannig að þetta verður hraðari svör og svona. View engine sem við munum sjá eftir, hvaða template vél erum við að nota, í hvaða möppu erum við að geyma þessi template okkar og fleira. Það til dæmis eitt hérna ef við opnum þennan server hérna, opnum requestið. Hérna. Og sjáum við requestið okkar fekk header hérna sem segir X powered by Express. Þannig að þannig þetta að vera að segja að þessi request sé runnin undan Express. Þá getum við farið hérna, við viljum ekki segja frá þessu. Og þá einhver hérna X powered by default true, þannig að við getum slökkt á þessu hérna. Þannig að við getum sagt, farið hérna, sagt app set X powered by false. Þannig núna mun þessi server ekki lengur segja frá því að hann sé Express. Það mun vera þögull sem gröfin það hvað sé að keyra þannig raunveruleikanum. Þannig að það veit enginn. Þannig að þetta er dæmi setting sem við getum stilt. En þetta use síðan nota til þess að festa einhvern ákveðin kóða við, það var þetta sem við vorum að nota aðan, bæði fyrir einhver ákveðra slóð og án hennar. Og ef við tilgreinum ekki slóðuna, mun þessi kóði keyra fyrir öll request, sem var það sem gerðist hérna fyrir Hello World, þar sem hann tók bara við og þetta var kóði sem keyrði fyrir öll request. En þessi kóði sem settur hérna inn middleware. Middleware þannig, það bara ákveðin kontrakt í Express það að föll sem middleware hafa fyrstu 2 argumentin sem request og response. Þannig þá getum við fengið þetta hérna, svona.
og svo hafa þau fleiri argument. Sjá. En áður en við fyrir að skoða kannski nánar út í þetta, þá verður þetta kíkja á serverinn minn, sjá eitthvað í gangi, fatta ég þurfa að breyta einhverju, fara í kóðurillin, breyta einhverju, gleyma síðan kannski hugsanlega að muna, slökkva serverinn og kveikja serverinn. Það verður svolítið leiðilegt. Þannig við getum sett upp tól sem að virka svona svipað eins og browsersync fyrir okkur, og það til nokkur svona, en eitt er NodeMon sem við getum sett upp með því að segja bara almennt npm install globally fyrir bara, hann hefur verið aðgengilegt sem tól í stýrikerfinu okkar, NodeMon, og svo getum við notað NodeMon í staðinn fyrir Node til þess að starta appin okkar. Og þá NodeMon að fara að fylgjast með þeirri möppu sem hann startað út frá. Það eitthvað app.js hérna, það eitthvað önnur skjal, það eitthvað mappa með öðru skjölum, og NodeMon munur tengja sig við allar þessar skrár, og alltaf þegar einhver af þessum skrám mun breytast, mun vera vistað eitthvað, þá mun restarta serverinn. Þannig þá get ég núna í staðinn fyrir Node sagt NodeMon hello world, og þá keyrir þetta núna sem þessi server, og hann segir hello world, svo fyrir nei, ég ætla að segja ekki uppgröpunarmerki, punktur. Og þá vistaði ég það, og þá restartaði serverinn, en ekki samt þegar við erum ekki með browsersync í gangi. Það jú hægt að tengja bæði saman, en eitt skref í einu. Og núna þetta búið án þess að við þurfum að fara muna að gera Ctrl+C, drepa serverinn og starta upp á nýtt. Þannig getum við aðeins einfaldað okkur lífið fyrir að forrita. En request hluturinn sem kemur inn í þessi middleware kemur frá HTTP pakkanum og með eitthvað af því sem búið þar, og hefur bæði eigindi og föll. Og einhverjum svona eigindi til dæmis URL sem hvað var verið að biðja um. Var verið að biðja um /fyrirlestrar /02 eða var að biðja um eitthvað annað. Og original URL sem þá URLið án allra afskipta, þannig að það bara actually það sem var beðið um eins og fyrir þetta af því að þetta URL gæti breyst eftir því hvernig verið að kalli eða hvernig einhver búin að eiga við það. IP IP-talan þess sem gerði beiðni, query, það query strengurinn sem var sendur inn og fleiri hlutir. Svo höfum við föll eins og accepts, en þá í raun í HTTP þetta skilgreina fyrir response. Ég sem vafri tek við HTML-skjölum, JPEG-myndum, PNG-myndum og einhverju svona, og þá getum við athugað hvort að klientinn sem að búa til requestið skilji eitthvað. Til dæmis, acceptar þú JPEG-myndir? Já, þá get ég látið þið fá JPEG-mynd, annars tekur við PNG-myndum? Já, þá látið ég fá hann. Og þá þetta allt geymt sem MIME type, sem þessir strengir, sem svona application JSON, text plain, text HTML, text CSS, segja til mér hvernig skjöl við erum að vinna með. Síðan getum við sótt úr requestinu ákveðna headera til að fá að vita hver þeir eru. Þannig ef við skoðum aðeins fyrir request, þá tökum við inn eitthvað request og við ætlum að senda tilbaka í responsinu bara hvað að vera hvaða hlutir verið að senda requestið okkar með, þetta segir NodeMon. Þá reloada ég Þannig þá fæ ég að vera að gera get request á / original URL / IP-talan mín 127.0.0.1, þannig það IP-talan á minni tölvu og það líka hostinn með HTTP, query strengur, ég get sagt eitthvað ASDF, þá það við fáum það sem eitthvað object. Þetta user agentinn, þetta vafrinn sem ég að nota. Accepts JSON, það tekið við því. Ég accepta ekki eitthvað foo, þegar vafrinn minn skilur það ekki. Þannig að þetta allt saman lesið úr þessum rec-hlut Síðan response hluturinn, það sem við skilum til clientsins og hefur bæði eigindi og föll. Og þarna til dæmis getum við spurt, búið að senda headers? Af því að þá getum við ekki, eins og ég sagði, við getum ekki sendt headers eftir að við erum búin að skrifa gögnin sem við ætlum að senda frá okkur, svarið sjálft. Síðan locals, sem hlutur sem inniheldur ákveðin gögn sem við erum að gera aðgengileg fyrir í raun önnur middleware eða fyrir þessi view eða template sem við erum að vinna með. Þannig að það getum við geymt, ef við erum með auðkenningakerfi, þá getum við geymt notandan þarna og getum geymt notandanafnið á notandarhlutnum. Þannig að þá getum við komist í það
og sagt hérna, hæ Óli, þú ert loggaður inn, eitthvað svoleiðis. Síðan höfum við föll, þá höfum við til dæmis write sem bara erft beint frá HTTP, þannig að Express að nota bara HTTP og augmenta þann hlut og það skrifar þetta content í response ströyminn. Síðan getum við notað res end til þess að enda response ströyminn og senda hann á klientinn og hann á ekki við headers og svo höfum við svona hjálparfall frá Express sem heitir send sem að skrifar contentið í ströyminn en síðan í raun samkvæmt HTTP-speknum þá erum við alltaf að segja hversu langt content við erum að skrifa og þetta skrifar hann þetta content, endar ströyminn og athugar hversu mörg bæti eru þetta content og skrifar það í content length. Og setur UTF-8 sjálfkrafa sem karaktersett fyrir efnið og svo getum við sett status, það er ekki eigindi hérna, þetta er bara fall sem kallar í og setur statuskóðan og einhverja headera með set, þá header fieldið og valueið á honum og fleiri, já, res.json sem er eins og send, nema að senda JSON-gögn og redirect sem framkomir eitthvað redirect eitthvað og fleira. Þannig að ef við skoðum hvernig þetta hafa sér þá setjum við aftur upp hérna, þannig að þetta verður mjög kunnulegt, mjög hratt. Sækjum Express pakkan, búin til Express appið og svo fyrir við að stilla Express appið. En hérna erum við búin að segja eitthvað get í staðinn fyrir use, þannig að hérna erum við að fara að sjá hvernig svona routing virkar. Þannig að núna erum við að bara fyrir þetta hérna, þegar það er sótt slash, þá ætlum við að svara með þessu hérna response falli. Og þá getum við byrjað hérna að spyrja, er búið að senda headers? Það er einhvers true eða false. Og hérna getum við getum ennþá sett headers ef það er ekki búið að setja headers. Þá getum við sett foo bar og send hello world, annars endum við responsið. Þannig að við störstum þessu upp. Svona. Þá fáum við aftur hérna hello world, en ef ég verð búinn að segja hérna, þá loggum við hérna og þegar við erum að keyra þessar vefþjóna og við console loggum eitthvað, þá kemur það ekki til clientsins sem er að nota serverins okkar, heldur er það því er outputað þar sem serverinn okkar var startað. Þannig getum við loggað eitthvað ákveðið út. Þannig að við getum verið að segja ef það kemur einhver villa, þá getum við gert console error og kemur hún hér en ekki til notandans. Þannig að ef ég tek þetta hérna og ég skrifa foo í ströyminn, þá fæ ég foo hérna og þá var ekki sett hérna send. Þannig að núna kom ekki sjálfkrafa HTML líka sem að send gerir. Þannig að núna er bara ekkert content type og bara búið að skrifa beint í ströyminn. Ef ég gerir aftur hérna svona, þá fæ ég content type, text HTML, char set UTF-8, content length, þetta sett sjálfkrafa af Express og hausinn hérna foo bar settur hérna, með þessu hérna. Síðan get ég sent bara hrein gögn út, ég get bara sent hérna bara JavaScript hlut, ef ég gera ekki JSON, þá fæ ég hérna ef við skoða, þá fæ ég JSON streng, ég er eftir með hérna með extension sem að leyfa mér að sjá í raun parsaðan JSON strengin þegar hann er í raun hrár svona. Þannig að þetta kemur í raun beint sem JSON hérna og það sett content type application JSON. Og síðan ef við förum hérna 404 þá getur ég sett statusinn og svo aftur send, þannig að statusinn skilar hérna response hlutnum. Ég fer hérna á 404, þá fæ ég not found, þá er hérna statusinn frá vefþjónunum er 404 og hann er hérna 404 not found. Já. Síðan getum við skipt forritunum okkar upp í mörg svona Express app sem svona sub-apps og þá getum við notað sub-app með því að nota hérna use á einhverju foreldris appi. Þannig getum við hópað saman virkni, skipta þessu upp og svona. Og þá getum við verið hérna með annað svona app, eitthvað sub-app sem kallast þá bara aftur í Express og það getur átt sínar eigin upplýsingar og eigin stillingar og síðan getum við látið appið nota þetta sub-app. Þá er það hérna /sub er sub-app. Þá sjáum við hérna / svarar hello world hér en / í sub-appinu svarar hello from sub-app
en við bindum það við foreldrisappið, þetta app hérna, undir /sub slóðinni. Þannig að þegar við byggjum /sub, þá þurfum við að fara og sjá, ok, sub app hér, það gettað fyrir þetta, þá þessu skilað. Þannig að þá kontekstið fyrir þetta hérna, byrjar í sub. Þannig að þá getum við keyrt þetta upp og þá fáum við hello world og svo fyrir við í /sub, þá fáum við hello from sub app. En ef við gerum hello /sub sub, þá kemur ekki neitt. Því að þá í raun sub appið okkar hérna að svara fyrir slash sem síðan bundið við sub. En routing þetta að ákveða hvaða kóðabút á ég að keyra fyrir hvaða url ég var beðinn. Það komin request fyrir eitthvað url og hvaða kóðabút á ég þá að keyra. Og þetta ekkert skemmtilegt að búa til í höndunum, en í Express getum við búið til svona slóðir, þannig að það stuðningur við þetta routing í frameworkinu. Og svo oft kalluð friendly url sem slóðir sem auðvelt að lesa og nota, bæði af fólki og vélum. Þannig að við getum verið með eitthvað /programming /web til þess að búa til einhverja categorization af einhverjum hlutum. Í staðinn fyrir að vera með nota query string sem að sé stundum, þá kemur /spurningamerki cat jafnt og programming sub jafnt og web. Þetta hérna geti farið á sama staðinn, nema þetta svona mun vinalegri og skemmtilegri slóð en hin. Síðan getum við líka pikkað út ákveðin gildi úr slóðinni og nota þau sem gögn inn í það sem við erum að gera. Við viljum með eitthvað article og við viljum fá article sem með eitthvað auðkenni foobar, þá getum við náð þessu hérna og nota það í forritinu okkar. En í Express þetta sett þannig upp að við segjum fyrir einhverja ákveðna HTTP aðgerð og einhverja ákveðna slóð eða URI sem kemur inn, þá viljum við keyra eitthvað kóða. Og þá verður þetta þannig að það app, svo methodin sem við erum að tala við, eitthvað slóð sem við ætlum að binda við, þá ætlum við að keyra þetta callback fall hérna. Og þannig í raun stuðningur fyrir allar HTTP aðgerðir, put, delete, post og get sem við notum mest. Og svo þetta að nota all til þess að svara fyrir bara allar aðferðir. Og urið okkar hérna, sem við skilgrunum, getum nota regular expressions, en það sem yfirleitt ekki góð hugmynd, að skoða aðra fyrir fyrst, og þá getum við bara sett beint regular expression hlut hingað sem urið, þá með þetta hérna svara fyrir allar slóðir sem byrja á foo. Síðan getum við síðan query-strengurinn sjálfur, hann ekki partur af þessu ráti, en við nálgumst hann með rec.query. Þannig þá erum við hérna búin að setja upp einhvern vefþjón sem svarar fyrir þessar 3 slóðir, og það þá hérna hello, hello/world og data. Þá, já, svo skulum við skoða betur þetta eftir. En þessi callback hérna, sem við skilgrunum seinast, þetta hérna, það aftur, þetta middleware. Þannig að það hérna með þetta request og response. Og við getum skilgreint fleiri en eitt callback í einu, þannig að við getum verið með eitthvað callback 1, callback 2 og svo framvegis. Við getum líka sett fylki af callbackum eða blanda þessu einhvern veginn saman. Þannig að við getum púslað saman alls konar kóða sem við keyrum í röð fyrir hvert rát. Þannig að þá getum við verið með hérna eitthvað app get /secret og við viljum bara að það sé aðgengilegt notendur sem eru loggaðir inn. Þannig að þá getur fyrsta callbacki okkar verið callback sem passar upp á það svo sem að gera requesti sé innskráður notandi. Og svo kemur næsta callback, loggar það að þessi notandi sem var innskráður sé að biðja þessi gögn sem eru þessari slóð. Þriðja callbackið síðan actually að láta notandan fá hérna gögnin. Þannig að getum við skipt upp intentunum okkar, við logged in, logga og byrta gögnin í mismunandi kóða og svo getum við sett þau púslað saman þau rát sem við þurfum. Svo getum við fengið þessi dýnamísku rát með því að nota rát parameters og þá getum við sett tvípunktur eitthvað í rátið og þá með það vera túlkaður sem dýnamísku partur af slóðinni og þá munum við nálgast þetta user ID í gegnum rec params punktur svo heiti hérna. Þannig að getum við mappa þetta saman, user ID hérna verður user ID í params hlutnum.
Þannig að þá getum við sagt hérna hello sem mun svara fyrir hvaða slóð sem send inn hérna og mun birta hello það sem var sendt inn. Og síðan getum við búið til svona router, svipað og við getum búið til svona sub-app með því að kalla í express.router. Þannig getum við aftur skipt upp forritun okkar, við getum haft mismunandi skrár sem eru með mismunandi route handling inn í. Exportum síðan routerunum með module export og importa honum inn í main appið okkar. Og þannig getum við skipt forritunum okkar í Express upp í einingar. Þannig að þá hérna eitthvað svona router dæmi og það skulum við kíkja hérna. Þannig að við erum með router appið okkar sem sér í raun að ráta, að setja upp appið og svona, og svo erum við með sjálf rátin okkar. Þannig að þá keyrum við upp hérna router app, þá það serverinn og þá hann hérna setja upp Express, sækja routerinn úr þessu hérna skjali, segja síðan skjalið mitt ætlar að nota þennan foo router undir foo og ef ég fæ request á slash á bara grunn á rótarslóðina þá ætla ég að kalla hérna í res redirect yfir á foo og svo ætla ég að starta serverinn. Og það sem routerinn að gera síðan hérna kallar í Express að þessi hérna kóði í þessu skjali ekki sjálfur Express þjónninn, heldur þetta routerinn fyrir þjónin. Þannig að þá segjum við ekki hérna const app eitthvað, heldur segjum við router jafnt og Express router og þá getum við sagt alveg eins og app.get, þá getum við sagt router.get hérna fyrir slash, þá ætlum við að segja send foo, þannig að við ætlum að svara því, svo ætlum við að vera með eitthvað regular expression hérna, þú ert á einhverju, síðan ætlum við að fá hérna upplýsingar úr urinu og svo að lokum þá exportum við þessum router, því þá að þessi hérna lína mun virka, að þegar við erum að nota módula. Þannig að ef við núna opnum þetta, þá fáum við foo hérna og þá sjáum við, ég fer hérna á rótina og mér var redirectað hérna, þannig að þá það sem við gerum hérna preserve log, förum á hérna, og svo við fórum hér á slóðina og hérna fáum við tilbaka location foo sem leiðin í HTTP til þess að redirecta ásamt bara einhverjum response header. En þá fáum við foo þarna, svo erum við með eitthvað foo sem svarar fyrir þetta. Þá erum við hérna, þú ert á þessu, þetta original URL. Þetta URL miðað við routerinn, þannig að routerinn mun ekki vita hvar hann mun birtast, hvernig hann mun vera bændaður við einhverju önnur app. Og svo getum við verið bara með eitthvað hérna, þá mun þetta alltaf svara fyrir þetta ráta, þegar þetta hérna að nota regular expressions, en ef við notum svona eitthvað /asdf, þá virkar það líka. Þannig að þá við getum verið mjög gráðugri í því hvað við erum að svara fyrir versus ekki þegar við notum þetta. Síðan erum við með bar hérna, þá ekkert sendt hérna í slóðina, svo segi ég hérna halló, þá fæ ég halló, svo getum við sendt bara hvað sem ég vill og þá mun það vera aðgengilegt í gegnum þetta rec params.data, þegar þetta heitir data hér. En middlewarein þessi kóði sem út allt í Express og þau geta nálgast rec og res og bætt einhverju við, breytt requestinu, breytt responsinu, geta skrifað eitthvað í responsin, lokka hvað að gerast og svo fleira og svo framvegis og við munum nota þetta hérna á ýmsa vegu. En svo aukalega fyrir middleware, þá getum við fengið eins og þetta next hérna, sem þá í raun næsta middleware í röðinni. Þannig að middlewarein bara skilgreind í þeirri röð sem eru skilgreind í forritun okkar. Þannig að fyrsta skilgreinda lína af JavaScript sem kallar í bætir middleware við appið fyrsta middleware sem keyrir. Og ef við erum með eitthvað middleware sem vill láta stjórnina til næsta middleware, þá þurfum við að kalla í næsta middleware með þessu next falli hérna. Og það í raun það sem við viljum gera, við viljum ekki enda þetta request með því að senda response okkar, þá þurfum við að kalla í next. Og þau keyrð í first in, first out röð. Og
ef að við erum með þessi rát, þá viljum við yfirleitt ekki kalla í next, af því að rátin okkar eru laufin í þessu appið okkar. Þau eru það sem að sendir frá sér upplýsingar, og meðan middlewarein eru svona þessar nóður á milli. Þannig að middleware sem gera ekkert við responsið, sem ekki að skrifa neitt úr, þau kalla í next, en þau sem eru að senda út gögnin, þau kalla í send. Svo getum við kallað á þetta fyrir allt forrit, fyrir rát eða sem villimeðhöndlun. Þannig að hérna er eitthvað middleware sem að loggar út hello world og kalla síðan í næsta middleware, og við getum sett það á forritið okkar. Og hérna getum við sett user handler sem gerir eitthvað ákveðið. Við getum sett það á rátið okkar ásamt þessu hello world, þannig að þá loggum við eitthvað út, gerum sér eitthvað fyrir userinn, köllum síðan í næsta. Og svo þegar við erum með villimeðhöndlun, þá bætist við n1, þá eru það föll sem eru með 4 argument, og þá verður fyrsta argumentið villan sem kom upp, síðan kemur requestið, síðan kemur responsið og síðan kemur next. Þannig að ef við segjum app use eitthvað fall sem er með 4 argumentum, þá pikkar Express það upp og segir þetta er villimeðhöndlunar middleware. Og við skilgrunum þess að aftast eða seinast í appinu á eftir öllu öðru, og það sér þá ef það kemur villa að taka til eða láta notandann fá einhver villuskilaboð eða eitthvað svoleiðis. Og síðan getum við líka nýtt okkur sem middleware til að grípa 404 villur, og þá erum við að segja ef að á einhverju tímapunkti það er búið að fara í gegnum allt appið mitt, gegnum öll middlewarein og ekkert þeirra endaði responsið, þá hlýtur að vera að fyrst í komst hingað að ekkert þeirra hafi kunnað að meðhöndla þetta, þannig að þá er örugglega verið að biðja um eitthvað sem ég er bara ekki meðhöndla yfir höfuð, þannig að þar af leiðandi er þetta 404 ekki fundið. Þannig að þá kemur það á eftir öllum rát sem við vitum og við vitum að það muni aðeins keyra ef ekkert hefur verið sent í responsið og á undan villimeðhöndlunum samt. Þannig að þá fáum við hérna middleware sem er með 404 meðhöndlun og síðan eftir það er 500, sendum við 500 villi út af því eitthvað klikkaði. Þannig að við skoðum hérna við skoðum villimeðhöndlun. Þá erum við með þetta hérna. Ef að eitthvað kemur hérna hello name, þá segjum við hello viðkomandi. Það kemur hérna hello Jón, en ef að Óli kemur inn, þá þekkjum við það ekki. Og þá segjum við hérna, ef að þetta er Óli, þá segjum við next, sem þýðir þá hei, ég kann ekki að meðhandla þetta, ég ætla að rétta þetta áfram í keðjunni, kannski veit ykkur annar í keðjunni hérna eftir mér hvernig á að meðhandla þetta, og ef að síðan enginn kann á þetta, þá mun þetta fara hérna, error kann ekki að meðhandla þetta, og þá mun þetta enda hér, og þá munum við skila bara 404 not found. Síðan ef eitthvað kemur upp á í þessu, og við köstum út villu eða eitthvað gerist, þannig að núna er hérna, þá er eitthvað villa, þá getum við gripið hana hérna og sagt status 500 send villa. Ef við höfum þetta ekki, þá mun Express krassa. Hvað gerir ég nú? Error handler is not. Já, hérna. Svona ætla ég að taka þetta brot. Ok, þá fæ ég sjálfgefið bara villu sem skrifar út message í villunni og allt stacktracið. Það er yfirleitt ekki sem við viljum ekki láta eitthvað sem krassar appinu okkar vita hvernig var kallað í appið, úr hvar er þessi kóði og eitthvað sem kerandi. Þannig að við viljum hafa stjórnið yfir því hvernig villurnar okkar birtast. Síðan hefur Express nokkur innbyggð middleware. Það sem er kannski mest relevant fyrir okkur er static middlewareið, sem leyfir okkur að segja hér er mappa af skrám og Express vill bara þú leyfir öllum að sækja þessar skrár og birta þær. Við viljum kannski með myndir eða CSS eða client facing JavaScript sem við viljum servera upp, þá getum við geymt það í þessari möppu sem við segjum síðan
Express að nota og gefum slóðina hérna. Path join dir name er slóðina sem við erum núna og public sem er þá heitið á möppunni. Þannig að við erum með hérna static og static er ekkert nema það að segja serverið allt upp úr public möppunni. Public möppan er hér og hún inniheldur bara eitthvað style. Þannig að þá getur farið á localhost, það er ekkert þar, en ég get farið á style CSS og þá fæ ég þessa CSS skrá. Síðan að lokum, það sem við ætlum að fara yfir í dag er þessi templating og það er þá hvernig ætla ég að búa til eitthvað flóknara HTML. Það er að fara að gera það allt sjálfur í einhverju strengjavinnslu og það er ekkert sérstaklega skemmtilegt. Þannig að þá getum við notað svona templating mál og það er til templating mál sem heitir pug. Við ætlum að nota EUS, læra það núna, handlebars og mustache sem er extension á handlebars og þá þurfum við að sækja aukalega pakkan sem að útfæra þetta templating-máli þegar templating-málin eru notuð í öðrum kontekstunum bara fyrir Express og síðan skilgreinum við á appin okkar hvaða templating-mál við erum að nota og hvar templatin okkar eru geimt. Þá segjum við hérna, við ætlum að nota View Engine, þá ætlum við að nota EUS og viewin okkar eru geimt í, aftur eins og með public hérna áðan, eru geimt í views möppunni. Síðan þá í staðinn fyrir það að segja res send, þegar við ætlum að senda upplýsingarna til notandans, þá ætlum við að segja res render sem segir þá Express að finna templateið sem við skilgreinum hérna úr template view directoryinu okkar ásamt einhverjum gögnum sem er bara einhverju JavaScript hlutur með upplýsingum og sendi þessar upplýsingar yfir í templateið, keyrið templateið út og birtu svo það notandanum. Og þá notum við þetta í staðinn fyrir að kalla í res send. Og þá losnum við að vera með þessa strengja leikfimi í kóða og getum fært HTML okkar yfir í templateið. En EUS er sem sagt stendur fyrir Embedded JavaScript Templates sem leyfir okkur þá að skrifa bara HTML eins og við þekkjum og setja með ákveðnum EUS syntax inn svona eitthvað sem lítur út eins og HTML, lítur út svona, goggur prósenta eða goggur, það getur notað til að blanda inn JavaScript inn í templateið okkar eða goggur prósenta jafnt og það er til að birta einhver gögn. Þá getum við erum með einhverja breytu sem að inniheldur streng og við viljum birta strenginn, þá getum við kallað það svona. Svo getum við notað mínus til að birta gögnin unescaped sem þýðir þá að hérna, það er bara hrátt HTML er birt og við viljum sjá í næsta tíma af hverju það er ekki sniðugt. Svo getum við includað öðrum templatum, þannig að við getum skipt upp forritun okkar, við getum verið með header sem er með headerinn okkar, footer sem er með footerinn okkar og síðan getum við sendt gögn almennt með hana app local sem ég nefndi aðeins áðan. Það er allt aðgengilegt í templatinu og svo er í raun fleiri hlutir í boði á EUS, þannig að þegar þið byrja að vinna með það er gott að opna hérna skjölunina og sjá aðeins hvernig þetta er í gangi. En aðgengilegt hérna gögnin í gegnum app locals, það er eins að speedy hérna, tökum bara dæmi hérna eftir. Já. Síðan fyrir async og await, ef við ætlum að nota async og await í Express, þá þurfum við að gera eitt ákveðið til að passa upp á að villurnar leki ekki út, eins og sem við sáum hana í síðasta tíma. Þess að ef við vorum ekki með cuts á main hjá okkur, eða á fallinu sem var kallað í seinast, þá getur villurnar lekið út. Og það er það sama í Express, og hérna er fyrirlestur sem að fer aðeins yfir async await og fer aðeins yfir það hvernig við getum búið til svona higher order föll til þess að sjá þessa hluti. Þannig að ef ég er með eitthvað middleware sem er async, sem er alltaf í lagi og ég vil vera 100% á því að ef einhver vill að koma upp í þessu template þessu middleware sem að ég kunni ekki eða man ekki eftir eða bara klúðraði að meðhöndla að það muni ekki í raun leka út eitthvað villa og hugsanlega krassa á serverinn mínum, þá get ég búið til svona higher order fall hérna sem að rappar middleware mitt í nýju middleware sem kallar í middleware hérna. Þannig að FN hérna verður eins og í þessu tilfelli async middleware. Þannig að við erum að skila middleware sem skilar kalli í middleware okkar, búið að segja cuts og ef það kemur eitthvað upp þá fer það yfir í next
og þá mun það ef það kemur upp villa, þá mun villan vera pípað yfir í next og ef að villu er pípað áfram yfir í next, þá mun það fara alla leið í villumeðhöndlunin okkar sem skilgreint fyrir appið. Þannig þið getið skoða hérna ef farið þess nánar út í að hvernig þessi gaur virkar. En skoðum dæmi templating. Þannig að hér höfum við EJS template sem við erum að nota og þá er búið að bæta við hérna sett EJS. Þá þarf að segja npm install save EJS. Það mun bæta þessu hérna við og gefa mér aðgengi að EJS hérna. Og þá erum við með hérna path sem við þurfum til að geta kallaði path join hérna, búið til Express appið okkar. Hérna ætlum við að láta eitthvað fall verða aðgengilegt öllum templateum. Við viljum að foo fallið sem tekur bar argumentið og skrifar foo og argumentið. Þetta er eitthvað sem við viljum að verða aðgengilegt öllum templateum. Síðan segjum við viewin okkar er í views möppunni. Þannig að hún er hérna, views. Og þetta er EJS sem þýðir þá við þurfum ekki að gera neitt hérna require EJS. Það sem að gerist hérna er að Express hefur einhverja möppun inni hjá sér sem segir að ef EJS er notað þá er ég að finna EJS pakkan hér og nota hann. Síðan ef við biðjum slash þá ætla ég að segja res render index sem er þá index template hér og ég ætla að senda því gögnin title forsíða. Ef ég fer á slash about þá ætla ég að búa til gögn hérna sem heitir fylki af tveimur nöfnum sem er Jón og Gunna. Það er eitthvað ekstra hérna sem er eitthvað HTML strengur og síðan ætla ég að senda about templateinu titilinn þetta staff fylki og þessi ekstra gögn og það verður þá aðgengilegt sem bara breytur í templateinu. Þannig að við skoðum hvernig index virkar. Þá er index hérna, það inkluderar header, inkluderar footer og það er síðan með eitthvað svona meginmál hérna sem segir halló heimur, kalla síðan í þetta locals foo sem er þá þetta hérna fall og býr síðan bara til venjulegt HTML hérna sem er bara linkur yfir í slash about. Núna opna ég hér, þá fæ ég þetta hérna, foo bas, ef ég kalla eitthvað, foo ASDF og reloada hérna, þá fæ ég foo ASDF, þannig að þetta getur dynamist kallað í eitthvað JavaScript fall til þess að gera eitthvað þegar ég er að rendera þetta út. Og svo fer ég yfir á about síðuna, þá kemur eitthvað hérna, hjá okkur starfa, Jón, Gunna, þessi síða er í vinnslu. Þá sjáum við hérna er bara búið að setja út lið, það sem stendur nákvæmlega Jón og Gunna. Það sem við erum að gera þá hérna er í raun að nota JavaScript hérna til þess að fá þetta staff sem við sendum hérna inn í templateið okkar, staff hérna sem er Jón og Gunna í einhverju fylki og segja staff.forEach og hérna er JavaScript kóði og síðan lokast hann hérna en inn á milli þessa þá get ég í raun gert eitthvað við þetta. Þá sérilagi er ég að þetta er nú reyndar mjög slæmt hérna þegar við veitum ekki hvað er hvað en hérna er í raun, segjum frekar bara name þannig að fyrir staff fylkið ídreigi gegnum það, fæ name og ég birti name hérna og þetta getur verið eitthvað ennþá meira. Síðan tek ég hérna ekstra gaurin sem ég sendi og ég ætla að segja hérna hann á að koma unescaped út þegar við segjum jafnt og hérna þá fæ ég escape að HTML sem er í flestum tilfellum það sem við viljum en annars ef ég set svona þá er ég að fá beint HTML. Svo er header, það er bara svona HTML kóðabútur og footer, HTML kóðabútur og saman verður þetta að heillri síðu.